Þá segi ég 32. fund sveitarstjórnar Rangárþings Ytra Septan. Þið eru velkomin til fundarins. Það er tillaga breyting á dagskrá. Það er að viðbætist 4. liður, heilsugæsla HSU í Rangárþingi og að mál nr. 18, ábyrgðarlán hitaveitu Rangæinga, færist til í dagskráni og verði liður nr. 6 og að aðrir liðir færist til í samræmi við það. Allir sáttir við þessa dagskrárbreytingu. Takk fyrir það. Svo er hugmyndin Önnu Þormóðsdóttir komið til fundar við okkur undir 3. lið. En áður en við göngum til dagskrá að þá býð ég sveitarstjóra orðið að fara aðeins yfir stöðu mála á milli Fundagerðis og Elabústa. Já, takk fyrir ótiti. Það er nú ýmislegt í sjálfu sér að frétta. Mér dettur í hug að nefna svona helstu fréttir af svona þessum framkvæmdum sem við erum í. Það er Rangárljós með ljósleiðarann og það er bara á áætlun. Nokkurn veginn getum við sagt. Í lok þessara viku verður búið að leggja ljósleiðararör í helming allra tengistaða sveitarfélagsins. Og náttúrulega og draga ljósleiðara í þessi rör að stórum hluta. Þannig að við erum nokkuð góðum málum þar og höldum bara okkar striki. Núna er verið að opna á umsóknir í Ísland ljóstykk fyrir sveitarfélög sem er að huga að þessu. Og eins og við ákváðum þá ætlum við auðvitað að sækjum líka fyrir þessum að því við fengum auðvitað ekki, við fengum skerðingu á okkar styrk í fyrra. En það er svona búið að þrengja þetta umsóknarform þannig að við enga síður bara gerum tilraun til þess að sjálfsögðu og svo við höfum fengið í þetta ágæta styrk. Þannig að það er nú kannski það sem er af þessu að frétta. Og jú, ég vil líka nefna það að það stóð nokkuð lengi á því að við fengjum virðisaukaskattsnúmer fyrir Rangárljós út af svona skilgreiningum hjá ríkisskattstjóra. Þannig að það barst í rauninni ekki staðfesting á því fyrir bara rétt fyrir jól, bara 22. desember ef ég man rétt, sem var skipt auðvitað mjög miklu máli og gat náttúrulega ekki verið öðruvísi, heldur við fengjum það, en þannig að það er allt komið í höfn. En við vorum svona dálítið, okkur var lengi eftir þessu til þess að við getum farið að skila virðisaukaskattsskýrslum og fá endurgreitt í þeim tilfellum sem það á við. En við áttum hann ágætan fund með ríkisskattstjóra rétt fyrir jólin og þá listist þetta. Ástæðan fyrir því kannski bara segja frá því, ástæðan fyrir því að þetta stóð svona á þessu var það að þeir vinna þar eftir ákveðnum skilgreiningum að innan 20 ára skuli útskattur vera farin að verða uppsafnaður hærri heldur en innskattur. Þannig að í svona langtímaverkefnum og það þarf að hugsa fyrir þessu að vanda til áætlanagerðarinnar. Og hjá okkur var þetta svona fullvarlega áætlað. Þannig að við vorum ekki að greina frá þeim tekjum sem raunverulega liggja á borðinu og þurfti að laga það. En þetta var svona algjörst í rauninni svona prinsippmál og hefðu auðvitað snert all þessi verkefni sem eru að fara í gang eða er í gangi. Þannig að það var það. Nú síðan vil ég nefna vatnsveituna. Þar er auðvitað mjög mikið verið að undirbúa og vinna og gengið út frá þeirri grunnhugsun að lækjarbotna hluti veituna verði svona okkar höfuðstöðvar framtíðinni og verið að vinna í því heilmikið þessa dagana að skipuleggja sig og leggja drög að áætlunum sem að síðan stjórnarssveitunum munu auðvitað halda áfram með. En þetta varðar okkur auðvitað mjög mikið hérna hjá okkar sveitafélagi. Nú síðan vil ég nefna Oddabrú, það eru fréttir af henni. Var einmitt að koma núna bara af fundum með vegagerðinni í höfuðborginni núna rétt áðan og þar var verið að opna tilboð í gær í niðurrekstrarstaura og það voru tilboð í þetta og það voru ágætis tilboð. Þau voru allavega lægri heldur en kostnaðaráætlun.
Þannig að maður vissi svo sem ekki hvernig það yrði á þessum tímum þegar það nú svona ákveðin þensla í gangi. Þannig að það mjög ánægilegt. Og mjög traustir aðilar sem að bjóða þarna og örugglega verður hægt að semja við annan hvorn þeirra. Það eru reyndar 2 sem voru með gild tilboð í þetta. En það ætlar að koma ljós á næstu dögum. Og síðan það áfram unnið í því verkefni bara. Það er komið á áætlun hjá niðurrekstrardeild vegagerðarna sem við sjáum að rekka niður þessar ágætu staura bara í mars-apríl að klára það. Útboðið gekk út á að staurarnir væru tilbúnir 10. mars. Þannig að það er á áætlun og síðan auðvitað þarf að vinna í vegagerðinni og við vorum einmitt að funda það veglagningu, hvernig finna gott vegstæði og slíkt. Það er svona þarf aðeins að hnika því til kannski út af aðstæðum, bleytu og slíku sem þarna. Nú síðan vil ég nefna mjög ánægjulega fréttir sem að við reyndar eftir að fjalla hjá Odda byggðarsamlagi en þar eru þessi grunnskólarnir okkar að við erum svo ljónheppin að við lendum þar með þá akkurat á réttum tíma inn í svo kallað ytra mat. Þannig að þeir verða að fara báðir í slíkt ytra mat núna á vorun sem fellur algjörlega að okkar svona plani, gagnvart skólastefnu og slíku. Mikið ánægjuefni og þessi menntamálráðuneytið þá að vinna í því með okkur og skólarnir og erum svona undirbúa það. Nú síðan er þetta endurskoðun byrjuð þegar að fjárhagsáætlun sleppir þá er bara endurskoðun næsta dagskrá og þeir eru byrjaðir að vera hér eins og gráir kettir endurskoðendur okkar og svo vinna má segja er á áætlun. Ekki fleira. Takk fyrir þetta, Ágúst. Það er einhver við þetta að bæta. Þá vindum við okkur í dagskrána eins og hún liggur fyrir og það er fyrst í liður skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Vísað er til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 1.1. Skipulag sunnan Suðurlandsvegar, breyting á aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt annarri málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og ég les þetta áfram með hefðbundnum hætti og þið hnippið í mig ef að það er eitthvað sem þið vil ræða sérstaklega, annars verður litið svo á að sveitarstjórn samþykki liði skipulags- og umferðarnefndar samþykkta samhljóða. Það er 1.2. Svæði sunnan Suðurlandsvegar deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu þegar tengingu við Suðurlandsveg hefur verið breytt samkvæmt samanber ábendingar vegagerðarinnar. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.3. Uxahryggur 1. Breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.4. Landmannalaugar, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.5. Ægisíða 2. Deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.6. Landsvirkjun vindlundur á Þjórsártungnarsvæðinu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar lagt fram til kynningar. Það er tillaga að þessi liður sé til kynningar. 1.7.
Hraun erindi vegna stofnunar lögbýlis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði kynnt samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.8. Meiritunga. 1. Deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlunin samrýmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.9. Hvammsvirkjun. Umsögn vegna lýsingar Askskeiða og Gnúpverjahrepps. Þannig að skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við framkomna lýsingu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.10. Rangárþing ytra. Reglugerð skilti. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir framlögð drög að reglugerð og leggur til að sveitarstjórn staðfesti hana. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 1.11. Fasteignamat á vindmyllum. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar er að málið er lagt fram til kynningar og tillaga að sveitarstjórn gerir það einnig. Þá er liður 2. Erindi skoðun á sameiningu sveitarfélaga. Óskað er eftir því við sveitarstjórnir í Rangárvallasýslu, Flóahreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi að þær taki afstöðu til þátttöku í verkefninu eftir atvikum og skipi 2 fulltrúa í samstarfsnefnd sem yrði kölluð saman fyrir lok janúar 2017. Það er lagt fram erindi frá sameiginlegum fundi oddvita sveitarstjóra sveitarfélagana í Rangárvallasýslu og Vestur Bakka Þjórsár. Með erindinu er óskað eftir því við sveitarstjórnir Rangárvallasýslu, Flóahreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi að þær taki afstöðu til þátttöku í skoðun á þeim tækifærum og ágöllum sem gætu falist í mögulegri sameiningu þessara sveitarfélaga og eftir atvikum skipi 2 fulltrúa í samstarfsnefnd sem yrði kölluð saman fyrir lok janúar 2017. Orðið er laust þessa tillögu. Sveitarstjóri Björnsson. Já, ég bara, takk Oddi til, bara svo sem ekkert miklu við þetta bæta þetta sem kemur þarna fram, en þetta er í sjálfu sér að mínu viti bara kærkomið að þessi uppástunga þeirra nágrannar okkar að við skoðum þetta. Því að það hlýtur alltaf að vera hollt og ég segi fyrir mig, ég er oft spurður að þessu, hvernig ætli þið svo að sameina eða hvernig ætli þið að fara að skoða það og maður er svo sem fátt svör í því og það er auðvitað ekki tækt að svara slíkum spurningum nema að reyna að svara eða komast að einhverjum svörum við því hvaða þýðingu hefur það þá og hverju breytir það og hvað fjárhagslega, félagslega og hvaða hugsun er í gangi. Það er auðvitað ekki bara verið að hugsa einhvers konar fjárhagslega hagræðingu, heldur auðvitað líka bara þjónustu við íbúa og síðan líka bara þessa sýn sem við höfum þá til framtíðar. Og þannig að ég held að þetta sé gott mál, að við skoðum þetta og þetta eru ekki neinar, það fylgir því ekkert annað heldur en bara að skoða þetta í rauninni og ágætis tímapunktur að gera það núna. Þannig að mér líst vel á þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Ágúst. Eru fleiri? Gerðu svo vel, Herba. Já, kannski bara, mér finnst þetta bara áhugavert að skoða þetta allt saman en það er svona fróðlegt að vita, var eitthvað áætlað hvað
þessi vinna ætti að taka langan tíma núna og svona hvernig var hljómurinn, fólk virkilega áhugasamt þetta, þeir sem mætt á fundin eða þetta meiri svona bara grunnvangaveltur? Takk fyrir þetta, ef ég má aðeins koma þessu og þannig að vísa þessu Ágúst líka að trúa þetta. En þetta auðvitað áhugavert í því ljósi og það þess vegna sem að Skeiðungur tekur þetta upp af því að Árnesingar ætla að skoða þetta í heild yfir alla sýsluna en þeir litu þannig á að það veri áhugavert að skoða þennan valkost líka í austurátt og það er ekki hægt annað en að veðrast allur upp við það að þeir hafi áhuga á okkur líka og ég held að þetta sé bara mjög góður kostur og ég mata nú þannig að það væru nú allir áhugaverðir að skoða þennan valkost og hann væri áhugaverður út af fyrir sig. En ég ekki endilega viss að það hafi verið fyrirfram miklar meiningar það að það sé nauðsynlegt að fara að sameina núna. En það mun einhvern tíma gerast, það voru allir sammála það. Og þess vegna sé svo nauðsynlegt að skoða þessa báða valkosti og það allir sammála það að það sem verði skoðað núna, að það muni nýtast í framtíðinni svo þegar að þetta verður skoðið alvöru nema út úr þessu komið núna sem að ég held að allir hafa nú verið samt sem áður jákvæðir fyrir að kannski þetta bara rétti tímapunkturinn og kannski jákvætt að sameina einhver sveitarfélög núna og styrkja í raun og veru heildirnar í þessu. Þannig að það erfitt að meta þetta hver fyrir einn. Ég held meira að segja að þetta sé svolítið þannig að fólk sé aðeins tvístígandi í þessu og viti ekki endilega hvað því eigi að finnast en finnst áhugavert að skoða málið svo að það sé hægt að taka afstöðu. Ágúst má ekki segja sig við því líka. Já, þetta ekki hérna. Þetta þannig að maður fór að kynna sér hvernig svona laga fer fram í rauninni. Það þarf einhver að byrja og stinga upp á að gera eitthvað og þannig það búið að gera það og síðan þá máli núna að þessar sveitarstjórnir sem eru að funda þessa dagana, það nú líklega bara 3 að funda í dag, ein búinn að funda og ein með funda á morgun. Þannig að það kemur í ljós í rauninni eftir þessa fundi bara hvort að menn vilja skoða þetta. Og þá eru sveitarstjórnarlögin mjög skýr. Það setur kafli í þeim þegar bara svona lagað. Þá á að stofna svona samstarfsnefnd og þá á að tilnefna í hana og hún á síðan í rauninni að vinna málið áfram og kanna þá hvort það einhver grundvöllur fyrir því að skoða eitthvað meira. Þannig að ferillinn nokkuð skýr og það má líka kannski nefna það að það gert ráð fyrir fjármunum í svona vinnu hjá Jöfnunarsjóði sérstaklega og við vitum ekki betur en að við könnuðum það reyndar, fengum það verkefni þarna eftir fundin við Kristófer hjá Skeiðungnúp að kanna hvernig væri hvort þið fengjum styrk í þetta hjá Jöfnunarsjóði og það mun vera bara á sömu forsendum og aðrir og þannig að mjög stóran hluta á að vera hægt að dekka þann kostnað sem að fylgi þessu svona venjulega ferli í gegnum Jöfnunarsjóð. En það á bara til að koma í ljós hvort að menn vilja fara í þetta ekki. Það vitum við ekki. Það að segja þessa skoðun. Já. Þetta áhugavert aðeins að bæta því við að sko sveitarfélögin hérna í Rangárvallasýslu og í uppsveitum eða dreifbýli Árnessýslu eru bara með mjög svipaða hagsmuni. Þetta eru bara atvinnulega og þjónustulega þá eru mjög svipur starfsemi í þessum sveitarfélögum. Þannig að þetta klárlegast þau sveitarfélög sem við eigum samleið með hvað sem út úr því kemur. Þannig að í mínum huga er þetta bara mjög áhugavert. Fleiri? Þá óska ég eftir tillögu nöfn í nefndina. Annars vegar sveitarstjórinn okkar Ágúst Sigurðsson og svo vantar okkur annan nafn. Yngvi Karl. Það tillaga að þeir tveir fari fyrir þessari vinnu með okkar ágætu nágrönnum.
Það ekki fleiri tillögur, þá skoðast það samþykkt samhljóða og þá óskum við þeim góðs gengis í þessari skemmtilegu vinnu. Þá förum við í lið 3, hjúkrunarrými í Rangárþingi ytra og á Suðurlandi. Undir þessum lið kemur Unnur Þormóðsdóttir inn á fund til okkar og að venju þá slökkvum við á upptöku á fundinum og meðan gestur situr með okkur til fundar. Já, þá er upptaka komin aftur í gang. Við erum stödd í 3. lið hjúkrunarrými í Rangárþingi ytra og á Suðurlandi. Unnur Þormóðsdóttir hefur yfirgefið fundinn. Við þökkum henni fyrir góðar umræður og skoðunarskipti. Það liggur fyrir tillaga bókun sem er svohljóðandi. Sveitarstjórn Rangárþings ytra harmar að ekki skuli hafi verið unnt að halda rekstri Kumbaravogs áfram þar til nýtt hjúkrunarheimili á Selfossi verður tilbúið. Ljóst er að álag á hjúkrunar- og dvalarheimilið Lund, heimaþjónustu sveitarfélagsins og heimahjúkrun HSU vegna þessar ákvörðunar mun aukast gríðarlega. Í ljósi þessa er mikilvægt að fjölga hjúkrunar- og hvíldarrýmum á Lundi og veita fjármagni til HSU til að koma á kvöld- og helgarþjónustu heimahjúkrunar í Rangárþingi. Það er tillaga að senda þessa bókun og heilbrigðisráðherra, þingmenn Suðurlands, yfirstjórn HSU og stjórn Lundar. Orðið laust þessa tillögu. Engin kveður ljós, þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 4, heilsugæsla HSU í Rangárþingi. Umræða hvað hafi áunnist í bættri heilbrigðisþjónustu í Rangárþingi nú þegar ár er liðið frá sameiginlegri yfirlýsingu með HSU þau mál. Þann 1. febrúar næstkomandi er liðið ár frá því að yfirstjórn HSU gaf út sameiginlega yfirlýsingu með sveitarfélögunum vegna heilsugæslu í Rangárþingi. Í yfirlýsingunni koma fram ýmis atriði að lúta að fyrirkomulagi heilbrigðisþjónustunnar í héraði og getið fyrirhugaða nýjungar og útfærslu og skipulagi til efningar henni. Sveitarstjórn Rangárþings ytra telur mikilvægt og óska eftir sameiginlegum fundi með yfirstjórn HSU að nýju til að fara yfir hvað hefur áunnist á því ári sem nú er liðið. Tillaga að fela sveitarstjóra að leita eftir slíkum fundi sem allra fyrst. Orðið laustu þessa tillögu. Engin kveður ljós, þeir sem að geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 5. lið lánasjóður sveitarfélaga lán til endurfjármögnunar. Til endurfjármögnunar hluta afborgana sveitarfélagsins á árinu 2017 hjá lánasjóði sveitarfélaga. Tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 50 milljónir til 18 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til trygginga láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild 2. málsgrein 6008 greina sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að endur fjármagna hluta afborgana sveitarfélagsins árið 2017 hjá lánasjóði sveitarfélaga og til að fjármagna hluta af fjárfestingu við veitu framkvæmdir sveitarfélagsins samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Lántaka þessi í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2017. Jafnframt er Ágústi Sigurðssyni veitt fullt
og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings ytra að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka og undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántökuforsæði. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn nefnvægt sér ljós þess sem að geta samþykkt hana gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er liður 6. Ábyrgð á lánum hitaveitu Rangæinga. Samkomulag við Orkuveitu Reykjavíkur ábyrgðargjald. Fyrir fundinu liggur undirritaður samningur milli Orkuveitu Reykjavíkur og sveitarfélagana í Rangárþingi ábyrgðargjald vegna yfirtekinna lána frá þeim tíma sveitarfélögin seldu hitaveitu Rangæinga til Orkuveitunar. Samningur er að Orkuveita Reykjavíkur greiði hverju sveitarfélagi fyrir sig 0,3% þóknun árlega af ábyrgðarskuld á hverjum tíma og að Orkuveitan greiði sveitarfélögunum jafnframt ábyrgðargjald aftur í tímann frá og með árinu 2012. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning og taki þátt í fyrirliggjandi áföllnum lögfræðikostnað til jafns við hin sveitarfélögin. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn nefnvægt sér ljós þeir sem að geta samþykkt hana gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Sveitarstjórn vill nota þetta tækifæri og þakka fulltrúum Ásahrepp fyrir farsæla forystu við að leiða þetta mál til lykta. Þá förum við í lið 7. Álftavatn beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis fyrir gistingu í flokki 2. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Ferðafélags Íslands rekstrarleyfi til gistingar í flokki 2 í gistiskála félagsins við Álftavatn í Rangárþingi ytra. Tillaga er að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu rekstrarleyfisins. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefið merki, samþykkt samhljóða. Liður 8. Hvanngil beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis fyrir gistingu í flokki 2. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Ferðafélags Íslands rekstrarleyfi til gistingar í flokki 2 í gistiskála félagsins í Hvanngili í Rangárþingi ytra. Tillaga er að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við veitingu rekstrarleyfisins. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki, samþykkt samhljóða. Hrafntinnusker beiðni, liður 9. Hrafntinnusker beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis fyrir gistingu í flokki 2. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Ferðafélags Íslands rekstrarleyfi til gistingar í flokki 2 í skála félagsins í Hrafntinnusker í Rangárþingi ytra. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu rekstrarleyfisins. Þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki, samhljóða. Þá er liður 10. Miðsel beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis gistingar í flokki 2. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn fyrir Miðsel umsókn gistingu í flokki 2. Það er tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við veitingu rekstrarleyfisins. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki, samhljóða. 11. Form og efni viðauka við fjárhagsáætlun. Tilmæli eru til sveitarstjórna að fara yfir form og efni viðauka sem gerðir eru. Lagt fram erindi frá innanríkisráðuneyti til sveitarstjórna landsins þar sem reglur gerð viðauka eru kynntar og óskar eftir því að fjallað sé þær á vegum sveitarfélagana. Þessar reglur hafa verið innleiddar í Rangárþingi ytra en gerð tillaga að sveitarstjóri kynni þær sérstaklega á forstöðumannafundi sjái til þess að þær verði jafnframt kynntar í stjórnum þeirra byggðarsamlaga þar sem Rangárþing ytra er þáttakandi. Orðið er laust þessu tillögu. Enginn kveður sér ljós þeir sem að geta samþykkt hana gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá liður 12. SAS 500. og 15. stjórnarfundur.
Fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 13, Samband íslenskra sveitarfélaga, 840. fundur, fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 14, Bergrisinn, fundargerð 21 og 22. Fundargerðirnar eru lagðar fram til kynningar. Mætti ég Gjörðu svo vel. Oddviti. Í þessum fundargerðum koma fram svona fjárhagslega skuldbindingar og annað slíkt, en það vantar alveg gögnin á bakveða, hvort það væri hægt að fá meiri upplýsingar. Ég óska eftir því að það væri sveitarstjórinn komið með upplýsingar það. Það væri hægt. Takk fyrir þetta, Inga Karl. Eigum ekki bara að slengja því inn í fundargerðina að sveitarstjórn óskar eftir frekari upplýsingum varðandi innihald fundargerðina. Öll sátt við það? Já. Skoðast það sem sagði samhljóða. Þá förum við í lið 15, fundargerðir svæðisráðs vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs. Fundargerðin til kynningar. Liður 16. Viðbygging við FSU. Framvinduskýrsla vegna viðbyggingar. Lagt fram til kynningar. 17. Áskorun frá Sólheimum, þjónustusamningur vegna þjónustusamnings Sólheima við Bergrisam, BS. Lagt fram til kynningar. 18. Sauðfjárveikivarnir. Svar frá MAST varðandi fyrirspurn sveitarstjórnar heyflutninga yfir Þjórsá. Lagt fram svar frá MAST við fyrirspurn sveitarstjórnar varðandi undanþágu sem stofnunin gefur til heyflutninga yfir sauðfjárveikivarnarlínu Þjórsá. Það er tillaga að senda svar MAST til kynningar hjá nágrannasveitarfélögum Rangárþingi Ytra og hjá félagi sauðfjárbænda í Rangárþingi. Jafnframt er tillaga að óska eftir því að fulltrúi MAST komi sem fyrst til sameiginlegs fundar með fyrrgreindum aðilum til að fara yfir og ræða framtíð og þýðingu sauðfjárveikivarna almennt á svæðinu. Sveitarstjóra er falið að fylgja málinu eftir. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykktan að gefa merki. Tillagan er samþykkt og samhliða. Kannski, Gjörðu svo vel, Margrét. já, við erum bara með stutta bókun í framhaldinu af þessu. Ok. Þannig að ekki bara senda hana á þig. Jú. Ég lesa hann upp eða viltu? Alltaf þú að fylgja eftir. Já, Margrét Gjörðu svo vel. bara okkur finnst svona ótækt að það sé verið að flytja hey, við erum ekki sátt við þessa flutninga þóttu að vera gefið undanþága fyrir þeim. Við erum með stutta bókun sem að hljóðar svo. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings Ytra eru á móti því að heyflutningar yfir sauðfjárveikivarnarlínu Þjórsá af sýktu á ósýkt svæði eigi sér stað, þrátt fyrir litla möguleika á smiti. Nauðsynlegt er að leyfisveitendur upplýsi og leiti álits hjá sauðfjárbændum og sveitarstjórnum í Rangárvallasýslu áður en undanþága er gefin til slíkra heyflutninga. Og undir þetta skrifur Yngvi Karl, Margrét Harpa og Sigdís. Þetta er gott mál. Það er ekki ástæða til að bregðast við þessu, þetta er bara góð og gild ályktun sem er ekki hægt annað en að taka bara undir. Þá förum við í lið 19. Útgáfa byggðasögu Hellu. Undirbúningur bókarinnar er á áætlun og stefnt er að því að útgáfudagur verði 17. ágúst 2017.
Lagt fram til kynningar minnisblaði útgáfu á byggðasögu Hellu sem nú er komin á lokasprett. Orðið laust þennan lið. Ágúst Garsvel. Já, og þetta er bara, það svo sem kemur fram í minnisblaðinu þannig nokkuð hvernig málið stendur og bara, ég vil sem nota tækifæri og ítreka bara að það er blússandi gangur á þessu, þannig að við erum mjög bjartsýn á að takist að halda þessa tímafresti, þegar það er búið að setja þannig útgáfu dag 17. ágúst 2017 klukkan 17 eða eitthvað álíka. Og það stefnt að því, auðvitað er það áætlun en við teljum að það get ekki. Og þetta verður okkur til sóma held ég og þá verður búið að gefa út byggðasögu okkar sveitafélags í heild sinni. Og þetta er sem sé í tengslum við töðugjöld sem eru þessa helgi í ágúst. Þannig að það er bara búið að setja strikið á þetta. Þar með fyrir ekki meira í sögu Hellu í byrji og ef að menn ætla að koma einhverju inn í söguna þá verður að fara að drífa sig. Gott mál einhverju sem vil ræða þetta frekar. Svo er ekki, þá er dagskráin tæmd. Þegar að fundargerð hefur verið yfirlesin og undirrituð þá segi ég þessum fundi slitið og þakka fyrir góða fund.